Ertu ekkert smekur að hafa þetta svona hangandi í loftuna þessi einhverjar aðgerðir og markaðirnir muni þá jafnvel túlka þannig að þið hefðu ekki getað farið í þær aðgerðir sem þið hefðu viljað? Nei, ég held að allir sem eru út á markaðurum og fylgjast vel með og vita hvað á seiði hér skilja þetta. En nú ertu farin að tala sem sagt aðgerðir okkar gagnvart útlöndum og þú ert komin yfir í annað umræðuefni frá innanlandsefnahagsmálunum og fólk þarf svolítið að greina þarna á milli vegna þess að það er kallað eftir aðgerðum og við höfum verið að tala sem sagt aðgerðir til að efla gjaldeyrisforðann eða hluti í þá áttina annars vegar og svo er kallað eftir einhverju hérna innanlands en þá vil ég segja sem ég sagði við þig hérna áðan að svona gamaldags efnahagspakkar það sem eru 10 atriði, greiðanlegur lambakjöt eða þess átt og hlutir, þetta er ekki gert lengur. En auðvitað tengist þetta allt, þið hefur nú mikið talað það að það séu aðstæður erlendir sem hafi ollið því að ástandi sé eins og það er á Íslandi. Ástæðan fyrir því að það er að bankarnir hafa stórlega minnkað útlánin eru náttúrulega aðstæður á erlendu fjármálamörkuðum og bara það þegar bankarnir skrúa fyrir lánveitingar til nýrra framkvæmda til dæmis hefur náttúrulega stórfelld áhrif hér innanlands og þau árar eftir að koma fram í ríkari mæli. Geir, stýrivextir. Margir hafa áhyggjur af því að þessar vaxtahækkanir hafa ekkert bitið hingað til og það muni núna bíta allar í einu vegna þess að nú sé ekki lengur hægt að fara í erlend fjármagn. Já, þetta er ekkert ólíkleg kenning að vaxtahækkanir einna síðustu muni hafa meira áhrif heldur en áður var. Seðlabankinn er náttúrulega bara að framfylgja þeim fer eftir því líkani og þeim lögmálum sem það gilda og skiljanlegt hvernig hann hefur tólkað það og hækkað vextina en það er mjög líklegt að þessar hækkanir verði áhrifameiri einmitt vegna þess að nú er aðgangur að erlendu fjármagni miklu takmarkari. En er þetta ekki vont að þessar vaxtahækkanir hafa aldrei bitið og síðan geta það gert þetta svona núna er þetta ekki alltaf hættulegt? Já, það kannski flýtir þá fyrir þessar aðlögun sem við erum að keppa, það getur vel verið að það flýtir fyrir því að verðbólgan gangi niður og þá mun bankinn geta endurskoðað þessa stefnu. En að atvinnulíf á Íslandi þurfi að reka sig á svona vöxtum eins og stýrivextirnir orðnir, er þetta ekki alltaf hættulegt ástand? Jú, það er ekki gott en það er náttúrulega verið að berjast gegn verðbólgunni með þessu og því fyrr sem hún gengur niður og ef allir leggjast á eitt þá átti það að geta gengið nokkur hratt að þá verður hægt að hefja vaxtalækkunarferli. En eru þið ekki smekir að tækið hefur gjörð að virka að verðbólgan bara sé komin á vondan stað og það sjá ekkert alveg fyrir endan á því og hún mun ekkert endilega lækka bara alveg í bráð? Nei, ég fór nú yfir það áðan ég er ekki smekur við það en auðvitað hefur maður aldrei fullviss í þessum efnum, við sjáum ekki fram í tíman, við erum ekki með þannig spákúlu. Nei, þú ætlar ekki að fullvissa með veitin eitt hér? Nei, ég veit að það þýðir hvort það er ekki rétt. Utanlandsferðir. Það er mikil gremja í samfélaginu, það eru mótmæli vörubílstjóra og annað. Þið hafa verið kölluð útlandastjórnin. Útlagastjórnin og útlandastjórnin. Herða Guðni Ágústsson sagði það, já. Er hérna þörf á öllum utanlandsferðum? Ég fer nú yfirleitt ekki til útlanda nema ég hafi góð ástæðu til þess. Ég hef farið allar þær ferðir til útlanda sem ég þarf að fara persónulega hvað mig varðar. En ég mæti á toppfund NATO í Búkarest. Maður mætir á slíka fundi. Ég er forsætisráðherra og oddviti ríkisstjórnarinnar. Þegar leiðtogar NATO-ríkjanna hittast þá mætir maður. Með sama hætti mætir maður þegar maður er boðið að koma í Downing-stræti 10 að tala við breska forsætisráðherrann eða þann kanadíska á skrifstofunni hans. Maður móðgar ekki fólk með því að hafna slíku og það var auðvitað fáránlegt því að það er mjög mikilvægt í alþjóðlegum samskiptum að mynda góð tengsl milli forystumanna sem að geta síðan komið í góða þarfir seinna meir. Ég mæti á norrænu forsætisráðherrafundina eins og þennan fundi í Svíþjóð sem ég fór á daginn og ég taldi það mjög mikilvægt að gera það að tekin þar upp klukkutíma sjónvarpsþáttur með okkur 5 og margt annað sem að þar var að gerast. En það hittist þannig á, hvað mig varðar núna síðustu vikurnar að það hafa safnast saman á 4 vikur, einar 4 ferðir sem er mjög óvenjulegt. En ég ræði ekki við það. En hinn á það eru þeir ekkert að fara mikið? Það er, nei, ég held að enginn þeirra sé að fara neitt að ástæðulausu. Sjávarútvegsráðherrann til dæmis þarf að vera mikið í burtu til að gæta hagsmuna Íslands. Ég tala nú ekki utanríkisráðherrann, samur með umhverfisráðherrann. Þetta er bara breytt að þessu leyti. Fundir þínir í þessum ferðum núna út,
Það eitt sem hefur verið dálítið áberandi, það ESB, ekki ESB. Nei, núna síðast með Gordon Brown, það einhver sérkennileg klausa þarna neðst í fréttatilkynningunni. Eigum við að trúa því að Press Office í Bretlandi hefur búið þessa fréttatilkynningu til? Já, það hefur eitthvað skólast til innan hús hjá þeim og þeir báðu okkur velviringar á því. Ég skil ekki hverju fólk að gera mál úr þessu. Og ég skildi heldur ekki fréttina sem að Guðjón Helgason var með hjá ykkur í gær það að ég hefði hitt svo og svo marga og ekki rætt við á aðild Íslands ESB. Það bara vegna þess að ég er ekkert að tala það mál. Það málu hefur ekki verið á dagskrá að minni hálfu. Fyrst skildi ég að það var að ræða það og eða tíma mínum þegar ég hef kannski hálftíma eða 3 korter með einhverju manni að tala slíkt. Svo var nú vill að þessari frétt það voru ekki 3 þessi kommissandar sem ég talaði við í Brussel daginn, þeir voru 5. Það kjaftasaga í þjóðfélaginu sem að mér langar að spyrja það kom könnun í Fréttablaðinu daginn. Sagan segir síðan að ritstjóri Fréttablaðsins Þorsteinn Pálsson hafi verið að ferðast með ykkur dálítið út og það Fréttablaðið sé að verða þeirnu nýja Morgunblaði og þarna sé einhvers konar svona ESB-væðing í gangi. Sko, Þorsteinn Pálsson var að samferða mér í eina ferð sem hann fór þegar hún var boðið að mæta á þessa ráðstefnu sem að norrænu forsætisráðherrarnir voru á þetta í Norður-Svíþjóð. Og það var tekin á leigu skrúflugvél frá Erni til að fljúga með okkur þarna. Þetta er mjög afskekt og úr leið og það voru þarna 2 gestir með hann sem var hann í boði norrænu ráðherranefndarinnar og svo aðstofaframkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins sem var hann líka í þeim tilgangi. En svo má ekki gleyma því að í ferðinni góðu til Búkarest voru 3 fréttamenn sem ekki greiddu neitt fyrir farið og það var bara sjálfsagt. Við höfðum þarna lausætt og bauðum honum að nýta þau. En finnst þér það skrítið eins og ástandið ég meina fólk að finna fyrir þetta dálítið á eigin buddu efnahagsástandinu að allt sé dálítið tekið sem tákgrænt eins og þetta með umræðan einkaþoturna, þú þekkir hana nú og núna útlagarstjórnin eða hvað það nú að þið verðið að passa ykkur óbúslega vel á öllum ykkar aðgerðum vegna þess að þetta er túlkað á verstaveg. Sjálfsagt dálítið til í því hjá þér og allir einhverjir aðilar til sem alltaf til í að leggja alla hluti út á versta veg. Ég man ekki eftir því í stjórnarsamstarfi með Framsóknarflokknum að það hefði eitthvað sérstaklega tálmað þeim að þurfa að fara að sækja fundi í útlöndum og menn gerðu það bara eins og þeir þurftu. Og ég man eftir því að núverandi formaður Vinstri grænna hann fór til Egyptalands þegar hann var samgöngur á þeirra og ekki fannst mér neitt athugavert við það og menn sinna sínum erindum og menn að gæta hagsmuna Íslands með þessu og það fólk verður bara að átta sig á því og þetta gera náttúrulega allar þjóðir. Ein loka spurning hefur íslenska þjóðin mist sitt dálítið í þessu góðæri sem hefur verið og erum við farin að gera óraunhæfar væntingar? Það getur vel verið að átti sig allir á því að eftir svona margra ára góðæri, svo mætti segja, og sving sem kallað velti ár mikil, að fólk gleymi því sko að það getur alltaf slegið í bakseglin og það er náttúrulega hefur vaxið úr grasi hér kynslóð, til dæmis fólk á þínum aldri sem man ekkert eftir því að slíkir tímar geta komið. Og það eru hér fólk sem stjórnar atvinnurekstri í heil kynslóð athafnamanna sem mann ekki heldur þá tíma. Þess vegna er þetta mjög breytt og sjálfsagt vonbrigði en ég er alveg sannfærður það að við munum komast hratt og vel í gegnum þetta en við þurfum bara að halda ró okkur á meðan og hvað að segja krakkarnir halda kúlinu. Takk að kella fyrir komin að gera. Samleiðis.